Komið þið sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin að Rauðaborðinu. Vikuskammtinum, já þessi sinni, við Rauðaborðið. Það Valentínsdagur í dag og dagur elskenda. Ég með margar elskur hér hjá mér og eina á leiðinni sem fastilíðir eins og venjulega. Það alltaf einhver fastur í trafikkinni á þessum tíma. En hjá mér Anita da Silva, sósíalisti, ung sósíalisti og Vala Árnadóttir, grænkeri, dýravendunarsinni og fyrrum varaþingmaður Pírata. Já, og formaður Hvalavina. Og formaður Hvalavina, einmitt, þú bara hleður á þig. Þú svo dugleg. Og Laufey Líndal, okkar eigin kona úr ég var svona yfirleitt hinum einn við borðið. Menningarrýnir og svona, hvað við segja, 1000 þjálasmiður. Lífskunst. Fjölleista kona. Já, ég myndi þessi, það bara mjög viðeigandi. Og það Daniel Þór Bjarnason, hann þroskaþjálfar nemi og laumar sér inn á baku tjöldin eftir augnablik. En við ætlum að fara saman yfir fréttir vikunar og það þetta eins og einhvern veginn alltaf, eins og hefur bara verið núna undanfarið ár allavega. Bara ekkert lát á fréttum og flóði frétta og fjölbreytni. Alls ekki. Og við kannski bara byrjum á Kendrick Lamar og Super Bowl. Hvað Víst vel á það. Já, það ekki. Byrjum á okkur léttu. Byrjum á okkur léttu. Það rétt. Það góða punktur. Horfðuð þið á þetta, hvað kallast á íslensku? Halftime show. Þetta bara svona hálfleiks sjó. Já, einmitt. Sýningin í hálfleik. Kendrick Lamar fór þar mikinn með pólitísk skilaboð. Virkilega pólitísk. En Donald Trump var auðvitað í áhorfendastúku og fylgdist með. Svo þeir segja hann hafi farið stuttu eftir þetta? Já, það? Já, hann hafi bara látið sig hverfa. Já. Já, og ekki beint maður fólksins aldur? Nei. Laufey, þú ert svolítið fróð í þessum kúltúr, þessum rappkúltúr. Og Kendrick Lamar, sérstaklega. Ekki sérstaklega Kendrick Lamar, en ég skrifaði BA-ritgerðin mín stjórnmálafræði fjallaði konur í hiphopi. Já. Og þannig að ég svolítið lasi yfir mig af alls konar kenningum. En ég náttúrulega horfði á þetta af skyldurækni og ég var einmitt ég reynda fyrst horfði bara á þetta í símanum mínum sem kannski ekki alveg svona besta layoutið en svo ákvað ég að fara á YouTube og sjá þetta í sjónvarpinu mínu þar sem ég sé þetta alveg svona í fullum gæðum. Þetta auðvitað ekkert smá sjó. Ekkert smá. Og þetta náttúrulega ég náttúrulega að horfa á þetta pínlítið krítiskum augum. Þessi vettvangur náttúrulega svona questionable út af fyrir sig ef við tölum svona pólitíska róttækni og svona þannig að þetta pínlítið, ég meina hann opnaði náttúrulega með þarna línunni the revolution will be televised sem svona smá right time, wrong guy. Já, en sem svona vísun í Jill Scott Heron og og það líka að því að þessi lína svo mikið misskilin en hún náttúrulega það sem hún þýðir í raun og veru að byltingin verður innra með þér, hún gerist þannig að hún sést í raun og veru ekki þú ert svona manifestation á byltingunni og þetta náttúrulega brjálæðislega flott, all kóreografían og allt það, ég náttúrulega sem fyrrum dansari, þá var ég náttúrulega bara, wow, geðveik kóreografía og þess vegna ég horfði á þetta fyrst og svona, og horfði á þetta aftur,
og hérna er náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega ógreinin öll af skilabóðum í öllum hérna strúktúrnum, þú veist, þetta fór fram, þú veist, sviðið leit út svona eins og hérna svona game controller, svona stýripinni eða svona, já, og hérna, já, sem sem sagt, þú veist, að þau eru náttúrulega först í leik sem að hérna, þú veist, simulation eitthvað. Já, og hérna, og svo var náttúrulega þarna, þú veist, vitnin í, þú veist, hérna, þú veist, allt sem að svart fólk hefur verið að díla við í Bandaríkjunum, þú veist, eins og hérna, hvað heitir þetta, hérna, fangelsissystemið og allt það sem náttúrulega er í raun og veru svona áframhald af hérna í raun og veru þrælahaldinu og því. Nútíma þrælahald. Já, akkurat, nútíma þrælahald sem er náttúrulega tónlistarbransin er náttúrulega líka nútíma þrælahald. 100% sammála. Og hérna, það vildi svo til, sko, ég sá bara í morgun að hérna áður ég fór út, þá horfði ég á, það er podcast sem ég fylgist með sem að heitir Bad Faith og hérna þau, einmitt, ég sá að það kom nýtt frá henni, sko, hún heitir Brianna Joy, nú er alveg dottið úr mér hvað hún heitir, en hérna hún sem sagt, hún var kosningastjóri hérna hans hérna Bernie Sanders yfirgaf demokrataflokkin eftir að hérna hann bakkaði upp Joe Biden, þá hérna bara sá hún bara ég ætla ekki að taka þátt í þessu, þannig að hún yfirgaf sem sagt flokkin og hérna fór sem sagt út í það, hún er sem sagt fjölmiðlakona og lærið náttúrulega stjórnmálafræðingur og bara svona gífilega, bara hún er frábær greinandi og fær til sín, já, en hún var að tala við hérna Butch Ware sem er, hérna, hann er háskólaprófessor og hérna kennir hip-hop fræði í skóla í Bandaríkjunum. Því í Bandaríkjunum þá er þetta actually fræðagrein. Og hérna, ég fekk mikið þá spurningu þegar ég skrifaði mína ritgerð, sko, af hverju ég væri að skrifa þetta í stjórnmálafræði. Náttúrulega það sem fólk gerir sér ekki grein fyrir að hip-hop er ekki bara tónlistastefna, heldur er þetta pólitísk hreyfing sem heldur áfram, þetta er, þú veist, áframhald af, þú veist, Black Panthers og, þú veist, já, og náttúrulega bara andspyrnu hreyfing. Þannig að sko, já, þannig að við förum aftur til að Kendrick Lamar sem að ég hef alltaf verið frekar hrifin af en ekki, sko, hann er svolítið spes, hann er ekki beint svona það sem er kallað svona spitter, þú veist, hann er sérstakann já, hann er rosalega ljóðrætt, þess vegna hefur hann náttúrulega verið líkt við eins og Tupac og hérna, hann sé nútíma og einmitt. Já, sem ég er kannski ekki alveg, sko, því að Tupac var alveg líka spitter, sko, en Kendrick er einhvern veginn bara, þú veist, hvernig hann hérna formar sinn hérna boðskap er bara mjög öðruvísi og hann er frekar mjög ljóðrætt. Já, og ég hef verið svona frekar hrifin á honum en hérna ekki, þú veist, hann er ekki í topp þrír hjá mér eða eitthvað svo leys, en hérna ég er mjög hrifin á honum út af sig. En hérna já, þetta var það sem að hann hérna sagði Butch Ware sem að var sem hann var hérna tók þátt í forsetakosningunum þessi Butch Ware og var sem sagt hérna vice president kandidat fyrir Green Party í hérna Bandaríkjunum og hérna svona það sem að hann einmitt var að segja það svona þú veist, rímaði mjög mikið við mínar hugleiðingar eftir þetta og það var náttúrulega, þú veist, ég var mjög sár þegar að því að það var þarna, þú veist, það sem var svona virkilega stóð upp úr í þessu atriði var maðurinn, einn af dönsurunum, hérna, klifraði upp á bílinn og var með hérna fána sem var settur af Súdan og Palestínu. Og hérna þetta er náttúrulega bara, það er svo samgróið í hérna svartra bandaríska menningu er náttúrulega samstaða með þú veist, löndunum sem er kallað bara löndunum sem er kallað í hérna, hvað er það, svona Global South löndunum sem hafa orðið fyrir heimsvaldastefnunni og þú veist að hann sagði, þú veist, þetta var ef eitthvað þarna var sko revolutionary act, þá var það þetta. En þessi, hérna, sko, í fjölmiðlum, svona þessum helstu meginströms, þá
var þetta svolítið svona svarið af atriðinu sem var mjög merkilegt. Það var talað að þetta hefði verið eitthvað sem hefði hlaupið inn á svið þegar maður sáu þetta að þetta var partur af, þetta var einn af dönsurunum. Þetta var bara einn af dönsurunum. Og hvort að hann hafi tekið þetta algjörlega upp hjá sjálfum sér eða gert þetta í samvinnu við listamannin, það fer maður aldrei að vita líklega. En það líka, það sem við verðum að gera okkur grein fyrir, í þessu samhengi náttúrulega að tónlistabransanum í Bandaríkjunum stýrt af gyðingum og þetta eru eiginlega undantekningarlaust síónistar. Síónistar, já. Þeir eiga þetta bara. Og þannig að þar strax komið smá svona vandamál. Þetta höndin sem fæðir þig og það náttúrulega ekkert oft sem að fólk vil býta í hana, sko. Og og það mjög undarlegt að til dæmis svo í nýlegu máli, svo ég vitna nú í annað mál sem í gangi í hiphopinu í dag, það Puff Daddy málið, að það mjög undarlegt að hann tekinn fyrir, en það ekki minnst einu orði á Clive Davis sem náttúrulega bara sem sko hann þú veist, the bad guy the baddest of the baddies, hann drúmaði Puff. Já, og hann náttúrulega með sko bara fjölda líf á samviskunni. Það var meðal annars sem var Janis Joplin og þú veist, Prince lenti út í stöðum við hann, þú veist, allt fólk sem hefur dáið á einhvern undarlegan hátt. Og náttúrulega Clive Davis síonisti, sko. Ég mitt googlaði þegar að byrja, ég þarf að veðja, hann þar var sko, þú veist, þannig að þú veist, tónlistariðnaðurinn sem að svartir artistar eru að reiða sig á líka iðnaðurinn sem að dæla peningum í Ísrael og áframhaldandi þjóðamorð og bara heimsvaldastefnu líka víðar í heiminum. Þannig að þetta rosalega svona... Daniel Þór Bjarnason, velkomin. Gott að fá þig. Þú komist heill og úr umferðinni. Já, ég náðu að hlusta á okkur aðeins á leiðinni. Já, það þetta bara lifandi útvarp og allt getur gerst. Og ekki í fyrsta sinn sem að fólk lendir í umferðinni klukkan 4 á föstudegi. Við erum við erum að fara yfir Super Bowl ofurskál við vorum komið orðið fyrir þetta hálfleiksýning fylgdistu með? Já, ég gerði það og ég hef verið í bara, fleiri ár mikill aðdáandi Kendrick Lamar, þannig að ég mitt gerðist svo frægur að fara í hálfgerða pílagrímsför. Það var reyndar sko til Ítalíu, en ég sá hann í svona 2000 ára gamalli svona skylmingakvelvingu í Verona. Marina. Já. Vá. Ég sá hann í Kaupmannahöfn. Já, þannig að mér fannst þetta... Ég er mega fan, sko. Það sem að þetta borða sammert að vera allir mjög miklu en já, ég horfði á þetta og búin að gera það oftar en einu sinni og þetta bara svo leirað, held ég. Rosalega. Ég held að maður þurfa að horfa á þetta nokkuð oft, en svona tilfinning mín gagnvart honum hefur samt verið einhvern veginn, og með marga artista sem maður fylgist með, stýrir svolítið mikið af því einhvern veginn hvað eins og hann, þú veist, einhvern veginn þorir ekki að kommentera á ákveðna hluti sem í gangi. Og ég sakna þess svolítið, þú veist, hann mögulega að reyna að fara einhverja leið þar sem hann svona, þú veist, að fara einhvern milliveg, fæ ég ofta tilfinningunni, í staðan fyrir að segja hlutina kannski bara beint út, sem að fyrir mig bara svolítið svona grunnurinn í hiphopi, þú veist, mér finnst þetta að vera svo sena sem kannski að einhverju leiti getur verið næst punki í textagerð og annað og hann alltaf frábær sögumaður, plöturnar hans algjör meistaraverk, en mér finnst mér vanta meira frá honum, en það kannski líka bara því ég geri dýpri og frekari kröfur heldur en kannski einhver sem að sjá
sjó frá honum bara í fyrsta skipti og þekkir kannski ekki allan katalógin hans. Hann velur kannski líka svona low hanging fruit, hann þorir að segja allt beint út Drake. Já, Hann þorir að vera í bífi við Drake og hann verður örugglega sko kærður núna fyrir það sem hann sagði hann í þessu sjói. Ég fekk svona illt í hjartað og þú veist, og eiginlega alveg fyrir smá síðan ég vil frekar sætta fólk svona og heldur mér finnst það líka bara eitthvað svo hlægilegt í þú veist, sko. Í öllu samhengi mitt á allt samhengið. Mér langar kannski að bæta við líka út frá því sem ég heyrði í bílnum minn á leiðinni frá okkur að ég upplifi mig samt oft sko með margt af því sem að Kendrick að gera og fleiri rapparar, bandaríski rapparar ef ég tala þá sérstaklega að það rosa mikið sem kannski fer svona yfir höfuð á manni af því að þú veist, nú skilur maður ekki hvernig að vera að litaður einstaklingur í Bandaríkjunum, bandarísku samfélagi, hvað þá að vera bandarískur kallmaður bara öll þessi kerfi þú veist, maður bara, og mikið af kannski sem að maður skilur kannski ekki 60% af því sem að vera að ræða því að bara kontekstið er eitthvað sem ég mun aldrei upplifa þannig að en það ætti samt ekki vera kannski afsökun til að kommentera á þjóðarmorð. Ég er svolítið það sko í mínum hús. En þá kemur örugglega inn það sem að þú varst að ræða með að býta ekki hendina sem að fæði þig sko. Að hann vil ekki því að hann verður örugglega eins og hann sagði í byrjun að hann er örugglega kærður. Hann er allavega með svakalegt lögmannsteymi. Það er ég alveg vissum. En hann hlýtur að vera eitthvað svona búið að taka hann pínu og tala og bara svona hei, það er x mikið sem þú mátt gera hérna sko. Já, einmitt. Það er náttúrulega alveg spurning sko, þess vegna eins og ég var að tala áðan sko, að þú veist, maður spyr sig vettvanginn, þú veist, að þetta er náttúrulega hyperkapitalískur vettvangur sko. En á sama tíma líka veit hann að allir eru að horfa á þetta. Já, einmitt, sem er gott og þetta eru ofsalega conflicting dæmi að því að náttúrulega, þú veist, það var náttúrulega líka bara pointerarnir þarna, þú veist, eins og þú veist, þetta var hópur af svörtu fólki sem er klætt, þú veist, og myndar bandaríska fánan, þú veist, að því að náttúrulega þetta ríki var náttúrulega byggt á bakinu á svörtu vinnuafli og hann náttúrulega kemur inn á það er lína 40 acres and a mule sem að ég sá einhvers staðar að hafi verið sko að hafa alveg spækaði það search á leitarsíðunum sko svo setning og ég meina ég fór sjálfur og þú veist reynda að lesa mér í kringum þetta. Sem að segja manni það að svona þetta er að fræða fólk þetta er, þú veist, skilabúðan er að komast út til almenning sem einmitt tilheyrir ekki bandarísku samfélagi eða bara reynsluheimi svartra karla í Bandaríkjunum þannig að þú veist, þetta er svona En eini miðillinn sem ég hef séð fólk einmitt vera að ræða þessar hlíðar á þessu er bara TikTok sko. Nú er ég mikið á samfélagsmiðlum og tek eftir þessu og þess vegna fannst mér svo sterkt þegar hann segir þarna the revolution will not be televised og svo sér maður fólk vera að tala hvernig það var raunverulega. Ég sá vídeo frá einhverju sem var þarna talandi Donald Trump og að það var búað á hann. Fjölmiðlar í Bandaríkjunum sögðu að það var búað á Taylor Swift en það sem þau gerðu var að þegar að Donald Trump var að labba inn á leikvanginn og heilsa fólki þá settu Taylor Swift upp á skjáin þannig að þegar það var verið að búa á Trump sem var að labba inn á leikvanginn þá var hún á skjánum til þess að þau gætu sagt það var búið á Taylor Swift að því hún satt hann líka horfði bara vinkunni sín og bara I wonder what's going on þetta er bara leiður í að kynda undir menningar já það er að kynda undir þetta og fjölmiðlar er að stjórna narratífni það var raunverulega verið að búa á Trump það var ekki verið að búa á Taylor þó að hafi alveg verið gert áður en þetta svakalega þetta var rosa mikið þetta var ætla honum og svo reyndar sá ég mitt myndband það sem að dansarinn tala sjálfur á TikTok og hann sagði sko þegar ég fekk þetta tækifæri að vera dansari í þessu sjói þá gat ég ekki annað heldur en nota það til þess að vekja athygli á sig þannig ég tók þetta bara á mig hann ákvað að taka þetta á sig og verandi aktivisti sjálf þú veist þá
gruna mann alveg, hann hafi alveg rætt þetta við Kendrick og sagt hún það, en Kendrick bara sjálfur getur ekki gert þetta út af sínum samskipum og öðru, að hann getur bara, ok, ef að þú tekur sökina fyrir það, gerð þetta þá bara. Af því ég er nokkuð vissum að Kendrick hafi vitað þetta og stutt þetta. Þú veist, en eins og, þú veist, með fánan, sko, að fara upp á bílinn með fánan og þú veist, og einmitt, hvernig fjölmiðlar tala það, eins og það hafi einhver hlaupið inn á leikvanginn og hann hefði verið tekinn strax og við veitum alltaf hver á fjölmiðlana, sko. Já, þannig að einmitt. En mér langar að skjóta inn í, ég ætla að viðurkenna að ég rannsakaði þetta nú ekkert eitthvað frekar, en ég sá einhvern fréttaflutning það að töluvert mikið af fólki á svæðinu, heimilisausu fólki hafi verið bólaði burtu í kringum hennar viðburð. Þetta oft gert. Já, maður hefur heitt þetta í tengslum við Ólympíuleika eins og móti fótbolta og annað. Að þetta hefði verið staðan sko þarna, hvar fór þetta aftur fram? Munið það? Ég veit ekki og ég er ekki hvað heitir Caesars Palace Arena. Já, en það kannski getur ekki öllum máli, en ég bara, þú veist, mér fannst það svona áhugavert sjónarhorn. Já, þetta er það, sko, og svo er líka í þessu, maður sér, þú veist, ég meina þessi ótrúlega stórfenglegu sjóf sem að verða einhvern veginn bara að vaksa og stækka með hverju árinu og þá sér maður bara hvað er hægt að gera mikið ef að það er settur peningur í menningu. Það er bara svolítið þannig. Þá er bara einhvern veginn svona, það er ekkert limit, sko. Þetta eru náttúrulega oftast svona kapitalískir peningar, sko. Já. Frá einhverjum síónistum greinlega. En hérna, svona, hingað heim og í borgina kannski, það hefur, það hefur verið líf og fjör í borginni. Það er bara svo, hérna, sko, við erum ekki komið með borgarstjóra. Við erum komin með kryddpíu samtalið það er dásamlega en hérna já, það er svona ákveðin tendensi að kalla konur, fagkonur sem vinna saman að einhver staðar opinberu vettvangi eitthvað svona stimplaðir með einhverju svona einmitt valkyrjur, kryddpíur eitthvað svona. Ég veit ekki alveg, þú veist, ég ætla nú reyndar ekki að fara út í það kannski, en hvernig finnst ykkur stemningin og þú veist, í borginni, hvað haldið þið að sé að gerast? Ég meina, nú erum við bara komin hans í langt inn í samtal milli vinstri flokkana. Haldið þið til dæmis að Einar Þorsteinsson hafi bara séð þetta fyrir eða? Nei, það er ekki. En ég persónulega, mér líst ágætlega á þetta. Ég hef svona ekkert slæma tilfinningu fyrir þessu, sko. Mig grunar að við erum eftir að halla svolítið vinstra megin, sko. Ég held að þetta verði vinstri. Mér finnst þetta bara hið vandralegasta mál fyrir Einar, sko. Ég held að hann hafi haldið að hann væri með öll tökli í höndunum, sko. Og algjörlega mista úr höndunum og hafi ekki búist til þessu tvisti. Og þú veist, það er stutt eftir að kjörtímabilinu en ég hef alveg full að trúa að þessar konur muni koma sér saman að klára það og gera það vel, sko. Ég er bara jákvæð fyrir þessu. Er þetta ekki kvennaárið? Jú, það eru bara taka yfir. Veit ég hvað Frosti Loga segir það? Marja getur kannski Já, þetta er áhugavert einmitt með þetta vinstri og hægrið og okkur svona og ég er búin að vera að velta því fyrir mér, sko, hvort að þetta sé bara eitthvað sem að mun verða til þess að vinstrið eigi eftir að saminast í næstu sveitarstjórnarkosningum allavega hérna í borginni og bjóða kannski mögulega áframhaldandi samstarfsflokka undir einum hatti. Það getur allt gerst. Ég meina, ef að vel gengur og við fáum út úr þessu borgarstjóri, hvaða borgarstjóri haldið þið að koma út úr þessu? Það er nú það. Einhvern veginn fer maður alltaf í þetta gamla eða er það Melsi? Nei, þú veist, einhvern veginn hefur maður alltaf á tilfinningunum að stærsti flokkurinn mun vera sá sem að getur fengið þann stól og þá væri það auðvitað Heiða Björg. En allt getur gerst. Ég meina, það væri náttúrulega dásamlegt að sjá Sönnu. Það væri svo dásamlegt. Þú veist, ég bara... Þú væri með góðum höndum þá. Já, og líka auðvitað með hinnar, skilur við, að öllum ólöstu. Þá væri það bara mjög flott múf. Akkurat.
finnst mér. Já. Já, ég meina þú veist, ég náttúrulega myndi gjarnan vilja sjá Sönnu en þú veist, en ég veit ekki, mér finnst samt einhvern veginn borgarstjórastólinn ekki vera það mikilvægasta í þessu, mér finnst málefnin vera mjög mikilvægari og náttúrulega sósíalistar eru með mjög góð mál, mjög sterk mál, sérstaklega í húsnæðismálum og fleira og við náttúrulega þurfum meiri félagslega uppbyggingu og svona og ég bara þannig að það er svona eiginlega frekar það sem að ég er að horfa á heldur en endilega sko hver hneppir stólinn. Já, hver verður vinsalasta stúlkan svo við höldum áfram með hverju fyrirlitninguna. Fyrst við erum komin þákað. Já, galsi og svona lokkarúm. Þetta er bara vatn. Ég lofa. Mér finnst þetta með svona, þú veist, þessi framganga hjá Einari læti mig smá hugsa svona þú veist, hann hafi ég þekki mannin ekki neitt og hef enga sérstakar skoðun á hann þannig en mér líður smá eins og hann hefði svona svolítið látið eins og kallinn sem að á allt og má allt og þetta move bara gæti ekki klikkað en hann vissulega hefur greinilega bara ekki verið búin að taka öll samtölin sem hann þurfti að taka og hann tók þessi ákvörðun að hann sluppið á sig en líka aftur á móti, hann er nú ekki búin að vera lengi í pólitík svona á þessu leveli það er ekki langt síðan hann kom inn þannig að kannski hefur bara ákveðið reynsluleysi komið í baki á honum. Já, hann var náttúrulega í Sjálfstæðisflokknum og var syndi formennsku þarna í ykkur félagana innan flokks fyrir mörgum árum einmitt, hann kom úr fjölmiðlaheiminu, hann var á RÚV lengi og ég meina það hefur alveg, þú veist, ég meina það fer alveg ágætis orð af honum Einari þannig þægilegur og viðkunnulegur og fínt að vinna með honum virðist fólk svona vera sammála en svo er Morgunblaðið náttúrulega reyndi mikið að halda því fram að Kristrún Frostadóttir hefði verið með einhvers konar inngrip þarna í þessa samstarfsvilja flokkfólksins og við svo Einar og að mynda hægristjórn að hún hafi bara einhvern veginn svona sett hnefann í borðið og sagt við kollega sinn Ingu Sæland að hún ætti ekki að vinna með Sjálfstæðisflokknum sem að manni finnst einhvern veginn svona svolítið og gera lítið úr Ingu Sæland sko. Mér finnst svona fjölmiðlar og bara mjög margir í samfélaginu svona markviss gera lítið úr Ingu Sæland og hennar hlut í mörgu og hennar skoðanir eins og hún þú veist, myndi ekki sjálf taka þennan pól í hæðina eins og Kristrún Frostadóttir þurfa að segja henni hvað er viðeigandi. Þetta er flokkur fólksins auðvitað fara þau ekki í samstarfi Sjálfstæðisflokkin. Það væri eiginlega bara galið. Þá eru þau ekki að vinna fyrir sína kjósendur. Nei, og það er bara einhvern veginn kannski einmitt og það er svona eins og einmitt svona ákveðin öfl vilja svo litið svona höggva í Ingu Sæland og og þetta sé einhvern veginn svona liður einmitt til þess að grafa undan henni eða jafnvel samstarfi á milli þessara kvenna eða eitthvað maður svona veldur þessu fyrir sér þetta er auðvitað stór undarleg fullyrðing og sérstaklega ef hún bara kemur eitthvað starf úr lausu lofti. Ég held að trúverðuleiki fólksins myndi hverfa gjörsamlega eins og þú varst að segja ef þau færi samstarf með Sjálfstæðisflokknum þá myndi ganga einhvern veginn gegn allra þeirra gildum og það skiptir varla máli hvaðan flokkandi koma þeir sem fari í samstarf með Sjálfstæðisflokki þeir deyja nánast út sagan segir það bara þannig að toxic sko það er eitthvað þarna ferðið undir sömu sængarna þá bara kemur ekki tilbaka sko þannig að ég held að þetta hafi bara verið hárrétt ákvörðun hjá hverjum sem tók hana sko saman hvort það var Kristrún eða Inga eða Ég er samt sko, ég hef verið einmitt hugsað þetta með Einar ekkert mikið, ég er ekki að liggja heima hjá mér og hugsa Einar allan daginn sko, tekka fram, en Freak. Ég er alveg svona báðum áttum sko, hvort hann hafi planað eitthvað eða ekki, en þú veist, það er náttúrulega líka alveg, líkur á því að hann hafi bara, verið ekki hamingjusamur í þessu samstarfi sem var náttúrulega, þetta samstarf var svona farið að sína smá bresti allavega svona hefur maður rýndi í stöðuna en
ég hugsa líka sko að hann hafi verið svolítið, þú veist, núna náttúrulega fekk hlaut framsóknarflokkurinn afhröð í kosningunum eins og margir aðrir reyndar, en en þetta svona flokkur sem hefur verið svona stöndugur allavega að undanförnu og náttúrulega gamall og rótgróinn og allt það, en og mig grunar sko að hann hafi kannski hugsað líka, þú veist, ef við lendum í minnihluta þá allavega sko geta þau kannski unnið einhverja svona smá vinsældir upp aftur, að því það náttúrulega mjög það auðveldara að vera vinsæll í minnihluta heldur en í meirihluta. Jú, mikið rétt. Það kemur út þessi skoðanakönnun líka áður en að ákvörðunin tekin. Það sem að vinsældir hans eru bara í rjúkandi rúst. Já, akkurat. Bara við frostmark. Já, en ég hugsa alveg að það sé flutur á málinu sko, að hann hefur bara metið sem svo að... Einmitt, það bara, þú veist að einmitt, hann laði bara allt undir einhvern veginn og svo bara sjá til. Já. Og ég held að sko þessi vinsældakönnun sé, þú veist, út af því að hann ræddi ekkert það þegar hann sleit þessu, þú veist, þegar hann var að tala um svona stóru verkefnin, hann bara myndist ekki á kennaraverkfall og hvernig hann tók á þessu kennaraverkfalli og þessu samningaviðræðum, það var þú veist, og ég held að vinsældakönnuninn komi svona út vegna þess, en hann bara snert ekki á því þegar hann ræddi hann eða slitið þessu samstarfi, af því að það hendaði hans málstað ekki að svona viðurkenna það væri kannski eitthvað sem hann átt að gera betur, heldur náttúrulega bara kenna einhverjum trjám í öskilínu. Já, þess að koma með þetta flugvallarmál, þú veist. Já, bara það ekki að fara að koma neinn annar flugvöllur, við vitum það. Já, og líka, og maður auðvitað velti fyrir sér að af hverju þetta svona akkurat núna, trén hafi ekki vaxið neitt síðan í ágúst og munu ekki gera fyrir enn í fyrsta lagi, þú veist, þannig að þetta var svona. En en það er auðvitað margt bara mjög undarlegt í þessu máli. Já, ég held að hann verði svolítið brennimertur af þessu kommenti sem hann lét falla hana í kringum verkfall kennara. Þú veist, sama hvort hún líki eða ekki, þá held ég að þetta sé bara stór partur af þessari útkomi í þessari vinsældarkosningu sem ég finnst að þetta hljóma svolítið eins og séum að tala um framhaldsskólapólitík sko, en kannski þetta bara það, ég veit það ekki. Hann var ekki vinsæl stúlkan. Ekki vinsæl stúlkan. Þetta mjög fylgjónum held ég. Já, og ég meina að því að við minnumst á kennaraverkfalli, það var náttúrulega slegið á fingur kennara. Þau verða núna að fara í allsherjarverkfalli eða ekki rétt skilið, jú, nema í framhaldsskólunum. Þau geta ennþá haft svona skæruverkfall þar og mér skilst að það sé bara í næstu viku sem að það hefst ef að það verður ekki samið. Já, einmitt. Sko, nú eru mjög skiptar skoðanir þessa aðferðafræði í rauninni, að fara í þessi skæru verkfall og þannig og svona rótera þeim sko einfaldlega vegna þess að verkfallssjóðir kennara, þeir eru bara ekki nógu burðugir til þess að fara í allsherjarverkfall. Og maður velti fyrir sér svona, einhvern veginn hvernig börn eru betur sett ef að, þú veist, í verkfalli ef að þau vita önnur börn séu það líka eða eitthvað svona. Þetta er undarlegt. En ég meina þetta voru skýrskilaboð, dómur og kennarar eru margir hverjir mjög reiðir. Skiljanlega, sko. Þú átt ekki þurfa að vera í kannski 2 aukavinnum þegar þú veist fullu námið sem kennari, sko. Það finnst mér bara gjörsamlega galið, þú átt að geta staðið þeim megin fótunum á kennaralaunum, sko. Þetta er virkilega vanmetið starf, alveg eins og öll önnur umönnunarstörf sem eru typically kvennastörf, eru bara mjög illa metin og greinilega ekki metin til fjárs. Barnagæsla er frí, þetta er allt frýtt. Bara einhverja konur sem elskar börn. Já, elskar ekki vera með krakkanum og fara í próf og dunda sér. Já, vera í leikskólan, hlusta öskrandi krakka allan daginn. Og svo er þetta, einmitt innan skólans, það var annað mál sem kom upp í vikunni og það var Breiðholtsskóli. Það var Það var 12 ára strákur sem haldi honum bara í gísli.
Já, einmitt, það eru sem sagt hérna, þetta hópur drengja. Já, hópur drengja. Hópur drengja sem að hérna hefur einhvern veginn, virðist ekki vera til neitt úrræði fyrir og enginn getur einhvern veginn tekið utanum innan kerfis og foreldrar sem sagt annara barna í bekknum eru núna bara komin þangað að halda börnunum sínum heima vegna þessara ofbeldisöldu sem að hérna á sér stað innan skólans og hérna ég fekk meðal annars hérna í gær til mín í viðtal föður stúlku sem að hérna hafði reynslu af þessum sama hópi og ég meina þetta búið að vera sem sagt viðvarandi vandamál sagði hann mér frá því að börnin voru 7 ára og þangað til í dag 5 ár þar sem þau eru 12 ára og það er einhvern veginn sko vandamálið það hverfur ekki en það að öllu líkindum verður ef ekkert verður aðgert þá stækkar það og verður verra og örugglega ljótara. Já, þetta verða bara hættulegir einstaklingar samfélaginu, sko. Já, og það er svo erfitt að maður að tala um börn, þú veist að hérna. En það er einmitt það sem er svo skuggalegt að þeir séu bara 12 ára og þannig svona hættulegir. Já. Það er dálítið skuggalegt, sko. Og foreldrarnir virðast ekki vera neitt að taka inn á tauma, sko. Foreldrar þessa hóps sem er að valda þessum usla, sko, það búið að ræða við og sá ég. Það virðist ekki hafa haft neitt og þetta er oft mikið úrræðileysi og alls konar þú veist sem fylgir mitt svona þú veist börnum með hegðunarvanda og hérna og það eru þetta ég meina börn komur alls konar aðstæðum og hérna og maður veltir svona fyrir sér sko þú veist hvert eru við komin sem samfélag þegar við getum ekki einhvern veginn svona gripið einhverja örfáa strákpjakka og einhvern veginn bara svona hjálpa þeim í að vera ekki vondir við hina. Þetta er einhvern veginn svona, þú veist, og hérna, og það er einmitt, sko, í þessu sammingi, þá er alltaf verið að tala um bara, einmitt að kennararnir þurfa að gera meira og hérna, kerfið þarf að grípa, en ég meina, og ég, af því að ég, hérna, kannski bara trúi alltaf að minna kerfið, þá er ég alltaf að velta fyrir mig bara, hvernig getum við, bara, þú veist, ég meina, hvernig eiga samfélag að bregðast bara við svona löguði? Stór spurning maður. Þetta er nefnilega rosa stór spurning. Ég held þetta sé líka rosalega flókið vegna þess að náttúrulega börn eru ekki bara, þú veist, alin upp hjá foreldrum eða í skólanum, það er, þú veist, heilt samfélag líka sem er að, hérna, þú veist, það þarf heilt þorp og ég held þetta sé oft svolítið svona, þú veist, skólinn kvartar að foreldrarnir sé ekki að gera nóg og foreldrarnir, þú veist, geta kannski ekki alveg, þú veist, haft hömlur á börnunum á meðan þau eru í skólanum af því að, þú veist, þau kannski sína aðra hegðun í skólanum heldur að þau gera heima hjá sér. Mjög algengt. Sem er mjög algengt og líka þar sem er hópþrýstingur og þú veist, alls konar svona annað í gangi heldur en bara. Þannig að hérna, þetta er gríðarlega, þú veist, þetta er bara svo flókið en þetta er líka kannski kallar á sko kannski víðara samstarf milli einmitt heimilis og skóla og svo einmitt barnaverndar yfirvalda sem maður náttúrulega ættu að stiga inn í ég veit náttúrulega ekki þetta mál hvort að það sé komið inn Já, mér verður bara rosa að hugsa þú veist, einmitt og ég ætla ekki að segja skiluru að hérna, þetta er svo sannarlega flókið ég kannski einfalda hlutina og setja það í eitthvað annað samhengi stundum eða það er stundum gott já, eða þú veist og ég hef ekki kafað onni hversu mikið fjármagn er sett í skólakerfi heild sinni mismunandi allt og lítið það er það sem maður heyrir aðbúnaðar fyrir fatlað fólk og aðgengi og annað hefur verið ábótavant til fleiri ára og er eflaust ennþá og maður veit ekkert hvernig staðan er út á landi á svona stöðum en þú veist at the end of the day, það finnst mér þetta svolítið spurning bara, ef þú vilt hafa þessi kerfi í lagi, þá þarftu bara að setja pening í það og staðreyndin virðist vera svo að það er ekki verið að setja nægan pening í það og hvað gerist ef maður heldur ekki húsinu sínu við, það grotnar niður þú veist, þetta er bara í rauninni, ég er einfaldlega þetta rosalega mikið þetta er bara kerfi en vandamálin, þú veist, þau þetta gerist ekki tilviljun þú veist, og þetta er örugglega ekki eina dæmið og nú veit ég ekkert sérstaklega um þennan hóp og hérna með þess að leiðilegt, ég var sjálfur í 2 ári Breiðholtsskóla og hérna leiðilegt þetta sé gamli skóli minn og svona en hérna
þú veist, er þetta ekki bara spurningu hvað viljum við setja pening í? Jú. Af því að þegar maður heyrir, það er ekki til nægja peningu verið þessu, það er ekki til nægja peningu verið þessu. Við þurfum brýr. Já, þú veist, auðvitað er þetta mjög flókið og það þarf að taka ákvarðanir, en meina, það er engin ákvarðin tekin í einhverju tómarúmi. Þetta er engin tilviljun að þessi hlutur séu settur á hakan. Það er ákvörðun að gera það. Já, það er ekki tilviljun. Já, þetta er svolítið svona spurning hvernig viljum við hafa skólana. Við gerum ákveðnar kröfur til menntastofnana, barnana okkar. Við viljum að þau læri samkvæmt einhverju námskrá og við viljum að þau fái ákveðið utanumhald og öryggi og allt þetta. En einmitt, erum kannski ekki alveg út á torgum að berjast fyrir því að fjármagnið sé sett í réttar hluti. Það ætti að vera innan allra skóla fólk, sérhæft fólk, ekki bara kennarar sem að geta tekist á við svona vandamál ef þau komu upp. Sérstaklega náttúrulega skólarnir eru, þú veist, þeir náttúrulega reiða sig eingöngu á opinbert fé. Það er ekki eins og þau geti farið í einhverja fjármögnunar herferð sótt til styrki en þannig að Ert þú að tala fyrir engavæðingu? Nei, engavæðingu þetta var leysist allt. En það sem ég er að segja, þú veist, að það náttúrulega þarf bara einfaldlega að veita fjármagninu sem þarf í skólana. Þú veist, það þýðir ekki að vera, þú veist, ef þú ert alltaf með eitthvað þar sem eitthvað er að, þá náttúrulega verður bara eitthvað að. Já, þetta er líka aukast og versna, Já, einmitt. Og því ég náttúrulega er búin að eiga nokkur börn í skólum og svona, og þannig ég þekki alls konar áskoranir alveg úr skólakerfinu. Og ég held að það sem maður svona rekur sig á aftur og aftur er að það er undirmönnun. Það eru ekki rétt stuðningskerfin eru ekki til staðar. Og mögulega margir sem eru til dæmis í stuðningu við fatta einstaklingar sem er ekki með faglærðir og náttúrulega svo hefur maður heyrt með kennara líka það er margir sem eru að sinna kennarastörfum sem er ekki með menntun en svo er líka skortur á ófaglærða fólkinu þannig að ég held að þetta sé stuðningsfulltrúarnir og fleiri það er náttúrulega bara ég held að þetta sé bara hvert sem litið er þá heila vantar og svo náttúrulega helmingurinn á skólanum í Reykjavík að mikla fyrir utan það og þú veist maður líka spyr sig þú veist eins og til dæmis eldri skólarnir þeir eru náttúrulega bara ekki lengur hentugir fyrir skólastarf eða kröfu nútímans þú veist þeir eru ekki aðgengilegir fyrir, þú veist, til rafmagnið er einhvern veginn ekki takt við raftæki sem bara heilbrigðisaðstæður mín var einmitt í Austurbæjarskóla og þetta var oft svona en ég meina, þú getur ekki þú veist, er þetta ekki bara spurningum eitthvað svona eins og ég hausnum á mér að kemur þetta inn á það, þú veist getur ekki, þú færið ekki beinharðan gróða út úr þessu kerfi. Þess vegna er ekki verið að móka í þetta. Maður velti fyrir sig, skilur þú ert að móka inn í þetta og svo tekur, þú veist, svo bara þetta er bara eins og einhver planta, þú veist, þú færð afraksturinn kannski setna, en þú færð ekki grænu tölunar 1, 2, 3. Nei, maður græðir ekki mikið börnum. Allavega, þú veist, á meðan þau eru börn. Eða námi við höfum, maður sér þetta oft með, ég er kannski ekki komin út fyrir efni, en maður sér þetta oft með, þegar við erum að tala skuldir stúdenta til LÍN. Það er alltaf að vera að tala með þetta í beinhörðum peningum. Eins og fólk sé bara að taka lán bara og er ekki að gera neitt sé ekki fá neina þekking á móti ég meina fólk er í námi til að ná sér í þekkingu til að koma svo með þekkinguna aftur inn í samfélagið þú veist, og það á samum skólakerfi á öllum stigum ég meina, þú veist, við fáum þetta tilbaka það fjárfest í framtíðinni en töluna verður ekki græna strax veist, þannig að þetta er langtímaverkefni þannig að er það ekki kannski ástæðan fyrir það er ekki verið að setja neðan peninga við erum ekki þeir sem að stjórna er ekki fáin gróða, þú veist, þá fara peningarnir í eitthvað annað. Í kapítalísku samfélagi. Já, vissulega. Það er bara þannig og þetta eins og þessir einstaklingar sem við erum að tala ef það er ekki tekið á þessu ofbeldi núna, þá hvar verða þeir eftir 5 ár, eftir 10 ár? Þá munu þeir fara að kosta ríkið. Þá fara þeir að kosta ríkið. Það sem gleymist alltaf. Kostar að vera í fangelsi til dæmis. Og það er bara mjög dýrt og meðferðir. Allt þetta kostar. Þannig að ef það er einhver tíma sem við eigum að leggja peningi í þetta, þá er það í börnin og líka út af því að þar er hægt að þú veist, móta þau og hjálpa þeim og svo á einhverju tímapunkti er það bara of seint þú veist, en ég vil líka samt passa mig að maður sé ekki að kenna
bara skólakerfinu þetta, vegna þess að hegðunarvandamál barna líka foreldravandamál. Líka, já. En þú veist, ef það eru foreldravandamál til staðar þarna, og nú þekki ég ekki þetta dæmi, þú veist, þekki ekki til einstakni í Breiðholtsskóla, að þá það náttúrulega eitthvað sem barnavernd á að grípa inn, bara af hverju eru börnin svona ofbeldisfull, af hverju líða þeim svona illa, hvað að gerast heima hjá þeim? Einmitt. Já, börnin ekki rót vandans, það Nei, börnin eru ekki rót vandans og kerfið sem að klikka. Já. Þetta samspil margar þátta. Já, við erum að klikka. Við sem samfélag erum bara að bregðast, sko. Já, það rétt. Og talandi að klikka, þá tók bæjarstjórnar yfirvöld ákvörðun að fylla upp í brimbrettaöldu. Fylgdustu með þessu? Já. Elliði Vignisson fékk hótun í tölvupósti, var agalega miður sín og ekki það ég mæli með því að fólk sé að senda hótanir í tölvupósti en þá þú veist, þá var einhver ungur maður eða kona sem að ungur segi, ég veit ekkert um það bara eitthvað eins og ég þekki bara einstaklingur þetta var einstaklingur sem að svona sýnir reiði sínu verki með því að láta illega heyra það, en þarna erum við að tala einhvers konar stórskipa iðnaðarhöfn sem er verið að byggja þarna á Suðurströndinni. Já, og svo þarna eitthvað viðbótarverkefni sem er til framtíðar svona ef sker kynni að þau myndi vilja stækka við þessa höfn. Þá þá það allavega möguleiki því það búið að fylla upp í hana, en það þetta gríðarlega brim þarna úti fyrir og hingað bara kemur fólk sérstaklega til þess að prúfa þennan öldugang. Alveg mjög mikið af fólki, þetta mjög stórt aðdráttarafl í bænum, sko. Ég nefnilega vissi ekki bara einhvern veginn að tilvist þessar, þú veist, ég hef séð eitthvað svona mann æfa sig út á Seltjarnarnesi og þú veist, og ég held bara hann var bara eitthvað smá skrítinn en þú veist, svona ég bara fordómafull og þú veist, það kom mér bara mjög skemmtilega óvart að sjá hversu aktíft og ég bara ástríðufullt þetta íþróttafólki fyrir náttúrunni sinni og bara stór íþrótt í Íslandi, sko. Já, þetta alveg stórt breytta samfélag, þannig sé kannski ekki stórt á alþjóðlega mælikvarða, en þetta alveg ágætis hópur og þú veist, þegar ég sá þetta, ég spurði mig bara án grín, bara hatar Elliði Vignisson náttúruna? Þú veist, hvað allar þessar hugmyndir sem hann búin að koma með fyrir Þorlákshöfn, skemmir með bara út í sjó, móka fjallinu út í sjó, þú veist, þetta bara svo bilar hugmyndir, þú veist, svona ef við förum úr þessu sko mannlegu sín á þetta sem náttúrulega þeir vilja eiga ölduna sína áfram sem mjög skiljanlegt, þá náttúrulega bara heilt lífríki þarna sem að reiði sig á þessa öldu og þú veist, við erum alltaf einhvern veginn að ganga á vistkerfi sjávar og ég las þarna grein eftir held ég Þorgerði Maríu þetta sem er formaður Landverndar, þar sem hún segir sko það eru bara 15% af ströndum í heiminum ósnert. Þannig að við þurfum að passa okkur og í hennar grein, og ég veit ekki hvort það er rétt, þá segir hún sko þessi landfylling var undir einhverja gáma. Já, þú veist, þetta er ekki einu sinni eitthvað sko flugöryggi, það deyr fólk ef við tökum ekki sér tré, það er bara að við ætlum að henda einhverjum gámum hana. Þú veist, við ætlum bara að eyðileggja náttúru, ölduna hjá breymbrættafólkinu til þess að henda einhverjum gámum. Þú veist, þetta er svo að ég veit það ekki. Þú veist, ég held að allir eftir bara að fara til Detroit fyrir 50 árum og búa þar. Það eftir með dæmi, sko, þannig einhver að fara að borga strax, sko. Já, það er einhver að fara að borga. Maður á alltaf peningar. Það er líklegast svona, það er hundurinn grafinn, sko. Chase the money, sko. En mér fannst mjög frískandi að sjá svona setjumótmæli, ég veit reyndar ekki hver staðan að okkur núna, er það búið að fresta eitthvað eða það ekki? Jú, í þessu, það var Jú, þau kærðu þetta og núna umhverfis- og skipulagsstofnun ákvað að taka þetta ekki fyrir að þau töldu þetta ekki vera raska náttúrunni, en Brimbrettafélagið kærði það
og nú verið að skoða það þannig að vinnuvélarnar þurftu að hætta að vinna. Mér var mjög frískandi hafandi sjálfur verið svolítið aktífur í mótmælum svona síðastliðið misseri að sjá fólk ný andlit þó að það væri annar málstæður kannski. Það fannst mér bara mjög frískandi að sjá fólk bara nýta rétt sinn til að mótmæla og standa fyrir sínu. Já, ég sammála. Virkilega fallegt sko, bara fleiri sem mættu taka sér það til fyrirmyndar. En kannski ekki senda ljótt bréf til hérna. Nei, ég var alls ekki að tala um það og ég sendi ekki þessi bréf. Ég kann ekkert að byrja sko. En mér þykir mjög leiðilegt að alliði hafi orðið leiður og liðið illa yfir því að fá einhvers konar hótun. Það má hendi undirskriftalista eða eitthvað svo leist. Já. Hverju var hótun? Nú svo forvitin, ég var ekki búin að heyra. Þetta var eitthvað svona ofbeldi eða var eitthvað svona ég finn þig í fjörum sem er ekki lengur það er intended. Já, þetta var eitthvað svona hótunum, ofbeldi, eitthvað svona þetta var svolítið suppulegt eitthvað þetta er leiðilegt en ég meina, en fólk er náttúrulega sko, þú veist þegar þú brennur fyrir eitthvað og þú sérð einhvern veginn eitthvað sem ætlar að eyðileggja það og bara, þú veist, traðka einhvern veginn á þér og þínum og þínu umhverfi, þá kannski verður svolítið heitt í manni blóðið og þú veist, og maður lætur ýmislegt út úr sér og ég meina, allir hefur nú alveg gert sig einhverjum að segja ýmislegt sjálfur þannig að svona í hitaleiksins þannig að ég vona nú hann fyrirgefi þetta hratt en tækifæri fyrir þennan einstaklinga að senda bara annað bréf, afsökunarbréf. Já. Það væri kannski eitthvað. Já. Eða þú stað hlusta. Já, einmitt. Efsökunarbréf, þau eru líka gilt. Já, efsökunarbréf. Eða fyrir hann að senda afsögn. Já. Senda það inn bara. Það er bara hugmyndir fæðast við borðið. Við getum fengið við rauðaborðið, sko. Já, einmitt. En að því að þú myndist nú á að hafa verið aktífur í mótmælum sjálfur, þá er nú, þú ert partur af, á hverju gengi fólkinu sem að kærðu lögregluna fyrir ofbeldi í Skuggasundi. Já, passar. Já, við erum 9 manns sem erum að sækja á Íslenska ríkið fyrir lögregluofbeldi sem átti stað snemsumars í fyrra. Minna árið 31. maí í Skuggasundi og fórum bara strax í það einhvern veginn að koma okkur saman. Þekktumst fæst að einhverju ráði en það var þessi árás bara algjörlega handahófskennd og við erum búin að vera núna í fyrirtökum og öðru og kannski bara svona fyrir þau sem að hafa kannski ekki alveg fylgst með þá ertu að tala um þetta piparúðin. Já, piparúðamáli, ég læti þess að allir vita hvað þetta er. Mér finnst bara mjög líklegt að gera það. Já, flesti sem að hlusta hér allavega. Gott að hafa varan á. Já, og það bara vildi svo skemmtilega til að dómarinn hefur algjörlega tekið til greina hingað til og aðalmeðferð hefst núna 21. febrúar. Það er bara næstu. Já, og svona mér heyri stúdendum mér að þetta sé bara búið að gera svolítið hratt með að við svona mál að þessu tægi þannig að já, aðalmeðferð 21. febrúar og mér heyrist við vera búin að fá stærsta salin í húsinu og ég vona bara að það verði vinalega andlit þarna inn á milli þannig að já, bara þetta er bara, okkur fannst þetta nauðsynlegt að taka þennan slag bara fyrir þá sem að hafa orðið fyrir ofbeldi að höndu lögreglu bara gegnum tíðina og eru kannski ekkert endilega í þeirri stöðu að geta sótt rétt sinn og þá náttúrulega auðvitað líka bara fyrir þá sem að munum mótmæla og koma eftir okkur að þetta sé ekki eitthvað sem að megi bara vita rétt sinn. Já, algjörlega og þetta sé, þú veist, ekki bara eitthvað sem verður eðlilegt að lögreglan geti beitt svona valdbeitingu gegn stjórnarskrábundum rétti. Gott svona fordæmi líka, minni líka lögregluna á að einmitt, passa sig aðeins. Já, og kemur auðvitað heima saman, svo spólast upp í hausnum á manni og það hefur nú verið fréttum þótt að kannski var ekki þessari viku að ný ríkisstjórn ætlar að fjölga lögreglumönnum. Það er spurning hvaðan þeir koma eða hvaða menntun þeir hljóta og hvað þeir eiga að vinna eftir. Já, sérstaklega ef að það ef að framferði getur verið svona og svo náttúrulega komið með teisara. Komið með það
líka, já, þannig að, en eins og ég segi, bara þeir eru velkomin 21. í dómsal og Klukkan? 9:30 minni mig, 9:30. Þetta verður allur dagurinn held ég. Þannig að 21. febrúar. Já, og þetta bara vona maður að það skapist einhver umræði í kringum þetta. Er eitthvað, ég meina, hafa komið fram einhver ný gögn í þessu máli? Er eitthvað svona sem að, er hægt að segja frá, ég meina, upptökur, skýrslu, eitthvað? Sko? Já, ég held að sé nú ekkert launungamáli. Ég hef kannski ekkert eitthvað rætta við hópin sem slíkan þannig, en ég held að sé ekkert launungamála að dómari krafði lögreglu afhendingu búkmyndavéla. Já, þeir neituðu því. Ég hafði heyrt af því einmitt að þeir... Geta þeir neita því? Já, þetta er svona eitthvað, þetta er eitthvað starf á grensunni í persónuverndar og þú veist... En til hvað segir hún þá? Til hvað segir hún? Já, maður velti því þessu fyrir sér. Til hvað segir búkmyndavélin eða þú veist þá ekki nota þessu sönnunargögn. Lögfræðingur okkar hóps kallaði eftir þessu í marga mánuði og fekk bara neikvæð svör. Það var ekki fyrir að dómur í málinu bara krafði lögreglu afhendingu þessara gagna þar sem að hann hafði ekki fengið aðgang að þeim sjálfur, dómarinn. Þannig að bara gríðarlega mikilvægt til þess að sé að þetta fella sanngjarna dómi í þessu máli að dómarinn sjálfur fái að sjá og heyra það sem fór fram. Já, og svona svolítið skrítið ef að annar aðilinn í máli fyrir dómstólum er með ykkur sönnunargagn en ekki hinir. Algjörlega, og ég vona að þetta sé bara fordæmisgefandi að því leiti að við höfum fengið þessar upptökur. Það er reyndar alveg merkilegt og fyrir þau sem kannski ekki vita þá er lögregla mjög treg til þess að láta þessi gögn að hendi og notar og félur sér á bak við það að það heyrast öll samtöl lögreglu á milli lögregluþjóna og það kom upp eitthvað mál fyrir... Það er ekki frekar áhugavert. Einmitt. Er það svona hræðilegt sem þeir segja? Hvað er það að fela? Þeir hafi rétt á sinni svona eblingarpásu, þú veist, og þau vilja pissa í friði og allt þetta. Slögt á hana þá bara með? Já. Ég held að almenningur þurfi nú að afhenda annað eins, sko. Já, heldur einmitt. Upplýsingar sem við þurfum að láta af hendi ef við lendum í dómsmáli. En þetta er samt, sko, ég tek undir, ég vona að þetta verði fordæmisgefandi og ykkur í hag, þetta dómsmál. Og líka bara, nú erum við loksins með nýja ríkisstjórn og nýjan dómsmálaráðherra að hún svolítið taki þetta föstum tökum og þú veist, það þarf bara að uppræta við þessa menningu innan lögreglunar. Það þarf að uppfæra þau gildi sem að lögreglumenn vinna eftir, þú veist, minna þá á bara virðingu við fólk, líka af erlendum uppruna og virðing við mótmælendur. Þú veist, þá aldrei að líðast að friðsamir mótmælendur lendi í ofbeldi. Þetta var náttúrulega rosalegt. Ég sá bara upptökur frá ykkur sjálfum sem settu og það var algjörlega augljóst að það stóð engin ógn af ykkur. Og það er bara mjög alvarlegt að það sé verið að nota piparúð á fólk sem að engin ógn stendur. Já, ég meina, þú veist, þessi mynd af Kúrsaði, það sem er verið að spreyja fram hann. Já, hann stendur bara. Þetta er bara svo, já. Þú veist. Ég hafandi fengið að sjá klippuna sjálfur, að þá get ég alveg tekið undir það að það er mjög áhugavert að heyra samskiptin. Svo ekki sem er að sagt á milli lögreglu og svona. Eru þeir að egna hvern annan, myndur þú segja það? Já, það eru ýmis orðalátin falla, skulum við segja. Og maður setur spurningamerki við suma orðaræðuna sem höfð er. Það er bara svo einfalt, sko, að maður svona, velti fyrir sér sko fagliheitum og öðru og verklagi og annað í samskiptum og ákvarðanatökum en eins og ég segi, ég er ekki dómari. Nei. Og eins og ég segi, aftur, það er ákveðin sigur að hafa fengið þetta afhent og vonandi gefur það fordæmi fyrir ef að svona atvik mun eiga sér stað aftur ofbeldi lögreglu. Ef það mun gerast. Þegar. Svo bara kemur í ljós hvernig þessi meðferð fer og hvort að þessi verið svo áfríjað og fari fyrir einhvern annan rétt og þú veist, þetta er ákveðin skóli. Já, treysta dómskerfinu og nú Brynjar Níelsson, hann var skipaður af dómsmálaráðherra bara í morgun.
Nei, hættu. Jú, hún tók ákvörðun að fara eftir ábendingum hæfnisnefndar sem að ég taldi að Brynjar Níelsson væri best til þess fallin úr hópu umsækjenda að verða héraðsdómari og þetta er ekki bindandi fyrir dómsmálaráðherra sem skipar sannlega í þetta embætti en þrátt fyrir það, hún hefur tekið ákvörðun að skipa Brynjar og hann því orðin dómari við héraðsdóm og þetta hefur farið fyrir brjóst á fólki, við höfum talað þetta, við tölum þetta síðast í vikuskammtinum en þá var einmitt hafði hæfnisnefndin lokið sínum störfum og en nú er hann komið vinnuna svo sett. Það eru bara ótrúlega mikil vonbrigði að heyra það. Ég var ekki búin að fylgjast með þess í dag og já, ég sá þetta í síðustu viku þegar hann var metinn hæfastur af þessari nefnd og ég hugsaði bara, þú veist, er bara tekin CV-ið og lesið, er ekki tekið öll opinberu ummælin sem að Brynjar hefur látið falla konur, vændi, bara kynferðisofbeldi. Þessi maður getur ekki verið hæfur sem dómari í kynferðisbrotamálum. Þú veist, það er metinn hæfastur eða bara einmitt í málefnum mótmælenda. Hann fyrirlítur feminista og allt sem að feminista standa fyrir hann segir að við séum ofstækisfullar og þú veist, bara þetta er, ég er bara mjög vonsvikin að heyra þetta. Ég hafði trú á að það að losna við Sjálfstæðisflokkinn úr dómsmálaráðuneytinu myndi gera eitthvað fyrir okkar samfélag, betra. Þetta er vonbrigði. Það er allir ógeðslega skúffað. En við verðum náttúrulega bara, við verðum auðvitað bara að treysta á það að Brynjar dæmi eftir lögum og en ekki geðþótta. Ekkert eitthvað meira það að segja svo sem. Það var auðvitað alls konar fleira í fréttum. Það var nú eitthvað að frétta úr dýravendinni. Ég sá að Jóhann Páll, hann hækkaði gjöld í hreindýra og einhverjur hafa hreindýra veiðum. Þetta er svona kvótasystem eitthvað, þú færð úthlutað og þú ert að greiða. Nei, þetta var áður niðurgreitt af ríkinu en hann hefur tekið ákvörðun að nú muni ríkið stoppa þar og þeir sem hafa áhuga á að fella þessi fallegu dýr þeir þurfi að gera það bara svona fyrir sinn eigin. Þeir eru að borga, hvað var það, 500 eitthvað þúsund á dýr? Ertu ánægð með þetta, Val? Þetta er viss liður kannski í því að vernda þessi dýr en þetta er náttúrulega ótrúlega flókið fyrirbæri vegna þess að hreindýr eru ekki upphaflega í náttúru Íslands. Þau voru flutt hingað inn bara til Vestmannaeyja vegna þess að voru svo falleg að það var einhver héraðsstjóri sem ákvað flytja inn hreindýr og svo fjölguðu sér náttúrulega og það þurfti að flytja upp á land vegna þess að tóku mikið pláss í Vestmannaeyjum og eftir það hefur þetta bara verið viðvarandi vandamál vegna þess að þau eiga rosalega erfitt uppdráttar. Það er ekki skólendi þar sem þau búa á Íslandi en þau þurfa það. Þau koma frá Noregi þar sem er skólendi og þau hafa vist skjól og vissan forða þar í jarðveginum sem þau borða og það er bara mikið erfiðara fyrir þessi dýr að lifa á Íslandi. Þau lifa styttra heldur en dýr í Noregi og svo náttúrulega þurfti að byrja að skjóta þau til þess að minnka stofninn, þú veist, þannig að það var stefna stjórnvalda einmitt að niðurgreiða það að skjóta þessi fallegu dýr sem er líka rosalega grimmilegt og oft einmitt mæðurnar drepnar frá kálfum sem ekki kannski eru alveg búin að læra að sjá um sig sjálfir og það hefur verið mikið umræðunni. Þannig að mér finnst bara allt sem við kemur hreindýrum og hreindýraveiðum á Íslandi ótrúlega erfitt og erfitt að finna lausn á því vegna þess að þau áttu aldrei að vera inn upphaflega. Við bara fluttum þau inn að þau voru svo sætt, þú veist, og svo núna bara úps, þau eru bara út allt og þau eru að lenda fyrir bíl og þau eru að festa hotnin í einhverja girðingar og deyja og bara, það er bara mjög erfitt fyrir þau að lifa inn og það er ekki fallegt af okkur að hafa þau inn, þú veist. Ekki kannski upphafi 18.
Ég var bara spáðið fyrir hvað langt síðan þau voru fluttinn. Það var í lok 19. aldar. Það var 1890 og eitthvað hugsa ég, eða 1800, á bylun 1850 til 1900 voru þau flutt hingað sko. Ég ætla ekki að leggja þér orðið í munn og ég veit lítið hennan stofn og þessi dýr, en eftir þá að tala að vísa þeim úr landi. Já, go back home, en sko þeirra vegna og ég ætla að segja, þetta er svona fyrir ykkur. Fyrir þau, þú veist, það mannúðlegasta sem hægt að gera að taka þessi dýr og setja það aftur til Noregs, ef að Noreg vil taka við þeim. Af því að þar myndi þeim líða betur. Já, og við skulum ekki færa þessi sjónarmín yfir á fólk. Þannig að það í algjörra andstæðri skoðun. Þetta skurs bara svona upp í kollin á mig. Já, mér finnst þetta mjög gott fyrst. Já, það var alveg virkilega gott og við kannski skulum bara láta þetta vera að loka á orðin áður en við flissum okkur hérna niður í gólf. Það búið að vera alveg dásalegt að hafa ykkur, eru frábæri gestir og fróð og skemmtileg. Og frábær þáttar. Ég var að biðja þetta. Stóðstu vel, María, þetta var gaman. Takk fyrir krakka mínum. Laufey Lídal og Daniel Þór, Vala og Anita. Yes. Þakk ykkur kærlega fyrir að sitja hérna með okkur. Góða helgi. Og góða helgi. Njótiði Valentínusar dags og hérna, já, dags elskanda. Hérna, elskið ykkur sjálfi eða eitthvað annan. Bara, ég líka. Hvað þessi það ég veit ekki, ég hef aldrei einhvern veginn tekið þátt í þessu degi. Svona með einhverjum krafti og ég veit ekki alveg hvernig hann virkar en farið þið á deiti eða eitthvað svona. Við ætlum að elska alla daga. Já, einmitt. Akkurat. Þakka ykkur kærlega fyrir og ykkur hlustendur og áhorfendur þakka ég kærlega fyrir samveruna og óska ykkur öllum góðar helgar. Erum við